Skiptu yfir í Vodafone Red. Með einföldum aðgerðum hægt að fyrirbyggja flest heima- og frítímaslys. Vís, þar sem tryggingar snúast fólk. Komið þið sæl. Miðja síðustu viku voru 39. Andrésarandaleikannir settir. Við fylgdum keppendum og fjölskyldu þeirra eftir og reyndum að komast að því hvað það sem svona skemmtilegt við Andrésarandaleikana. Njótum og skemmtum okkur saman eru einkennisorð hátíðarinnar og þau áttu svo sannarlega vel við. Andrésarandaleikannir eru stærsta skíðamót landsins með alltaf 800 keppendum á aldrinum 6 til 15 ára ár hvert. Þeim fylgja mömmur, pappar, afar, ömmur, þjálfarar og farastjórar. Þeir voru fyrst haldnir árið 1976 og eru þetta því 39. leikarnir. There's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. Það felst náttúrulega aðallega í því að við þurfum að fá einhverja bakhjarla til að hjálpa okkur að gera leikarnir sem glæsilegasta og svo náttúrulega þurfum að græja allt í fjallinu og það þarf að gefa út leikskrá og það svona ýmislegt sem að vindur upp á sig. Allir sé ekki svona 120 mann sem að koma að þessu móti eins og núna bara upp í fjalli á morgun þegar það byrjar. Ég alveg fæddur inn í þetta og svona kannski upphafið að þessu það að ég dreg væntanlega pappa inn í þetta foreldrastarf í kringum Andrésarandaleikana. Þannig að keppandi fyrst og svo núna ég orðinn einn af þeim sem að standa að þessu. Ég kepp á fyrstu Andrésarandaleikannum, 10 ára gamall og keppi reyndar bara á 3 leikum því að þá var það bara upp í 12 ára. Og síðan náttúrulega keppti ég sem unglingur og upp í fullorðinsflokk og fer svo að þjálfa og svo eignast ég börn og þá dregst ég líka inn í þetta þannig að þetta bara virkar svona koll á kolli. Gengi aldrei nema að það væri svona sterkur samhentur hópur og það náttúrulega sem líka gaman að það margir svona mikið foreldrum sem eru börnin eru löngu hætt að keppa á skíðum eða tengjast þessu eitthvað en þau mætast samt upp til að hjálpa okkur við að gera þetta mót sem glæsilegast. Um 750 börn frá 18 félögum á Íslandi voru skráð til leiks en auk þess kepptu 3 einstaklingar frá Bandaríkjunum og 6 frá Noregi. Lengi hefur verið keppt í alpagreinum skíðaíþrótta sem og skíðagöngu en árið 2012 var í fyrsta sinn keppt á snjóbrettum. Einnig hefur verið keppt í svoköllum stjörnuflokkum nokkur ára skeið en þar keppa fatlaðir og hreyfihamlaðir íþróttamenn. Skíðamenn eiga ljúfar minningar frá leikum liðinna ára. Þegar fólk rifjar upp liðina Andrésarleika fjallið þó sjaldan nefnt. Það einhvern veginn þannig að mest sögðu sögurnar tengjast ekki sigrum eða töpum. Heldur það vináttan sem myndast á leikunum og dýrmætur fjölskyldutími sem situr eftir. En svo það þeir sem koma norður til að skíða en enda á því að bjarga lífi. Ég vil fara upp í sveit. Þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit að allir elska að kaupa konur. Við vorum út í fjársinu og síðan tókum við eftir því að það var svona eitthvað svona
smá komið svona eitthvað út úr rassinu á kindinni og þá, já, síðan vissi ekki hvað það var, síðan kíktum við og þá var það komið bara hausinn og svo svona lappirnar á kindinni eða lambinu. Og hvað gerir svo? Getið þið sagt mér hvernig þetta fór allt saman? Konan kom bara út, konan sem ég held að sé kona bóndans eitthvað og okkur 2 konur viðbót og 1 kallreyndar og svo bara héldu þau kindinni fastri og konan reif lambið bara út. Og eru þið vanar? Eru þið vanar svona fjárhúsum? Hafið þið séð þetta áður? Nei. Hvað hefur þú að segja af hetjum dagsins? Já, það er alveg ljóst að ef að þær hefðu ekki komið til þá eru alla líkur á að þetta lamb hefði ekki komið slífandi í heiminn. Sauðburður átti ekkert að vera að byrja og þetta var svolítið óvænt, þannig að það var ekkert verið að vakta þær og þær kom inn og létu vita og Guðný dóttir mín brást snöggt við og náði lambinu og tókst að koma líf í það. Þannig að þetta fór bara allt vel að lokum? Þetta fór allt vel. Jæja, hvernig er þetta búið að vera svona hingað til? Það er aldeilis verið bara frábært. Það eru búin að vera að keppa á gönguskíðum á Andrésar Andaleikkonum þessar stelpur hérna 3 og það eru góðar aðstæður megnið af tímanum og bara allt gengið mjög vel og svo náttúrulega algjör auka bónus að lenda hérna í sauðburði og Öngulsstöðum. Það er sérstaklega skemmtilegt að vera á Andrésar Andaleikkonum og kafa í sauðburði á sama tíma á milli greina. Og hvað er þið búin að vera að gera svona fyrir utan fjallið? Já, það er nú verið mest að svona upplifa náttúruna hérna og fara í sund og eitthvað og svo hafa stelpurnar helst alla náðast út úr fjárhúsunum, það vilja bara fylgjast með. Eru þið búin að eignast einhverja vini hérna stelpur? Nei, nema Bryndís. Það er helst kindurnar. Já, það eru kindurnar. Já. En hvað segir, þú búin að eignast einhverja vini hérna? Kindurnar. Og kindurnar? Hún er í ástu kindurnar. Nei. Og komið þið aftur á næsta ári? Það er alveg pottþétt, við höfum verið hérna ár eftir ár og við sleppum þess ekki, þetta er alltaf gaman. En eru búin að vera hérna hvað í mörg ár? Hvað er ekki, 4-5 ár síðan við fórum fyrst og... Við erum ekki búin að fara alveg öll ár. Nei, það er eiga eina eldri systur sem byrjaði að fara og svo er þetta svona tröppugangur, það eru 4 systurnar sem hafa alla tekið þátt í Andrésar Andaleikkonum. Þetta er allt gönguskíðafólk? Þetta er gönguskíðafólk, já. En þú sjálfur, ert þú eitthvað á skíðum? Ég hef verið mikið á gönguskíðum líka, já. Af hverju var þessi staður fyrir valinu? Já, það var nú einfallega þannig að mér fannst svolítið mikilvægt að borgarbörnin fengi að upplifa náttúruna og sveitina svona í leiðinni fyrst að það tækifæri til. Það var náttúrulega margsinnis skýst á Akureyri við konar aðstæður og hótelum og verið að keppa þar í fótbolt og alls konar. En þetta er svo stutt hérna frá Akureyri að ekkert mála að ferðast á milli í fjallið og hingað. Og hérna erum við bara komnar út í sveit og í allt annað umhverfi á nokkrum mínútum. Við upplifa sauðburð og fjalladýrðina hérna allt í kring og þetta er bara allt annað umhverfi sem þú ert komin í hérna á nokkrum mínútum og getur fengið allt öðruvísi upplifun af ferðinni. Í staðan fyrir að vera inn í bænum þá ég ger ekki lítið úr því að vera á Akureyri, það er fínt líka, en þetta er svona öðruvísi. Og hvað takið þið með ykkur heim? Góða minningar fyrst og fremst. Það er fyrst og fremst það. Þar sem þessar hetjur eru allar gönguskíðakonur var ég forvitin það hvað meira biði okkar á gönguskíðasvæðinu. Þar fundum við heldur betur öfluga krakka. Ég hef sjálf reynt við gönguskíði og ég get sagt ykkur að þetta er miklu erfiðara en maður heldur. Við erum stödd í Hlíðarfjalli að horfa á boðgöngu. Hvað segir þú? Allt fínt. Hvernig gekk? Bara ágætlega. Og þú varst að keppa í, hvað er þetta sem við erum að gera hér? Við erum í boðgöngu. Og hvað gerir maður í boðgöngu? Þetta er þannig að það eru 3 saman í liði. 1 fyrir fyrst og hann þarf að fara einhvern 1 kílómetra og halda þannig áfram þannig að maður kemur í mark. Og hvernig er þetta?
Þetta var bara mjög gaman. Ekkert erfitt? Jú, pínu. Og hjá hvaða félagi ert þú? SFI. Eru tilbúinir að segja mér aðeins hvað eru búinir að vera að gera á meðan á leikunum stendur? Við erum búin að fara í ísbúðu og svona, fara í keilu, bara gaman. Hver vann í keilu? Ég. Ert þú bara langbestur í öllu? Nei, ég er ekki góður í keilu, þetta er bara hefði. En hver myndu þið segja af ykkur þremur, hver er bestur á skíðum? Davíð. Eða miðjan? Þessi hér? Hann er líka í öðruvísi búning. Já, þetta er fyrsti maður, annar maður, þriðji maður. Af hverju er það? Það er bara fyrst 2 hefðbundnir og svo 1 skaut. Það er bara valið í sveit út frá tímum fyrir keppnum í móti. Hver er munurinn á því sem þeir eru að gera og þú? Ég er svona skauta, þeir ganga hefðbundið. Þeir ganga í spori. Já, ok, skauta það er sem sagt bara á snjónum sjálfum. En það er ekki erfiðara? Skemmtilegra. Það reynir mér á tekið. En hvar er hópurinn ykkar að gista? Hotel Backpackers. Og er sofið á nóttunni? Já, eitthvað. Já, það er erfitt að sofa núna. Er ekki stelpuhópur með ykkur? Er ekki svolítið erfitt að fara að sofa þegar þið eru með skíðaskvísunar í næsta herbergi? Ég finn að það nú erfitt að fóla með þessa hérna til dæmis, Þarna aðalgjallan, hvað er hérna? Þetta er aðalgjallan í liðinu. Stiltir hérna upp. Hvað segirðu? Þú varst í boðhlaupinu líka? Já. Hvernig gekk? Bara vel. Og hvað ert þú búin að vera að gera helgina? Er það bara með liðinu? Já. Hvað eru þið búin að vera að gera hérna í dag? Herri, við erum bara búin að vera að horfa á skíði, sko. Hérna er Stórsvig 6 og 7 ára. Við erum búin að horfa á það. Bara mjög gaman. Hvaða þýðingu teljið þið að Andréssandaleikarnir hafi fyrir bæjarfélagið? Mjög góða þýðingu, sko. Þetta er mikið aðdráttarafl fyrir fólk hvaðan af. Sunnan eða Dalvík, Siglufjörður, alls staðar að. Fullu bær. Þið eru sjálfur allir norrlendingar, er það ekki? Jú. Ok. Þú varst að segja mér eitthvað frá Dalvíkingunum. Þeir eru ekki búin að hópast saman? Jú, þeir gista hérna í sal rétt hjá sundlauginni og hérna eru búin að vera þar núna síðan á, fimmtudagskvöldið eða eitthvað svoleiðis. Og það er þvílík stemning alltaf, sko. Hvað er hópurinn að gera? Heyrðu, það er farið í sund saman og svo er náttúrulega farið hérna voru í þrautabrautinni í gær og hrikalega gaman og svo er náttúrulega verðlaunaðandi í gærkvöldi og svo borða allir saman og þetta er bara stemning og þetta er slúttið á sísoninu hjá þeim, hjá krökkunum. Síðasta mótið og eftir að þessu móti líkur þá er alltaf æfingum bara lokið, sko. Þannig að þetta er svona finalin. Af hverju senduðu krakkana á skíði? Þetta er bara góð íþrótt. Útiveran og þetta er bara fjölskyldusport. Geta allir verið í þessu. Þú ert skíðaafi. Ert þú sjálfur á skíðum? Já, búin að vera með þetta hérna kringum rúmlega 20 ár sem ég er búin að vera með þetta lið hérna í fjallinu. Byrjaði náttúrulega með börnin og síðan náttúrulega erum við barnabörnin komin, þannig að nú er 6 ára gutti að keppa hérna, þannig að þetta er bara gaman að þessu alltaf. Og þú ert í hálfgerðri Andrésar fjölskyldu. Ertu til í að segja mér aðeins frá henni? Já, fyrst og fremst er náttúrulega tengdapabbi minn sem var einn af stofnendum Andrésandar og náttúrulega konan mín og svo náttúrulega börnin mín búin að vera hér alla tíma frá því voru 6 og 7 ára. Ég átti nú eina dóttir sem er 30 í dag og er þjálfari hérna á skíðafélagi Akureyrar. Hún náttúrulega var Andrésandar-meistari í nokkur skipti og var að keppa náttúrulega fyrir hönd Íslands líka, Ólympíuleikum og annað. Þannig að þetta er bara gaman. Allir sáttu við helgina, fengu allt sem þið vildu út úr þessu? Já, rúmlega það. Ég held að krakkarnir hafi fengið mest út úr þessu samt, sem er náttúrulega mikilvægast. Og hvað takið þið með ykkur heim? Bara gleði og góða minningar. Heimamenn höfðu nóg að gera með alla þessa gesti,
en virtust bara hafa svolítið gaman af því. Hefur þú orðið mikið vör við Andrésar andaleikana þessa helgina? Já, heldur betur. Þetta búið alveg snúa öllu við og bara gaman alveg frá opnun og fram yfir lokun. Þetta óvenju mikið, er það ekki? Jú, það má alveg segja það. Þetta alveg tvöfaldar dagana, bara alveg hreint gjörsamlega. Góða daga. Það fara allir í Brynju eftir fjallið? Já, það fjallið og svo komaði sveitt niður og fá sér ís og farið svo í sund eða sund og svo í Brynju og Greifan og svona. Fyrir mér þetta bara virkilega skemmtilegt að fá allt þetta ungviði í bæinn, foreldrana, jafnvel ömmur og afa og þetta gefur okkur öllum rosalega mikið, öllum bæjarbúum, öllum veitingastöðum, verslinum og gististöðum. Þetta bara gefur okkur öllum alveg rosalega mikið og mér finnst þetta alltaf óbúslega gaman að fá alla þessa litlu krakka. Þannig að þetta er ekkert álag sem þið kærið ykkur ekki þetta er bara skemmtilegt? Þetta er virkilega skemmtilegt álag, bara virkilega og alveg hverra mínútna virði. Bara sjá krakkana koma brosandi, ofsalega þreytt á fjallinu, missólbrennd og foreldrana líka og farastjórana, þetta er bara yndislegt. En fyrir utan það, fyrir utan vinnuna, hefur eitthvað orðið mikið vör við allt þetta fólk í bænum? Ég hef náttúrulega ekki mikið komist út í bæ, en mér skilst að sé valla þverfóta fyrir bílum, hvorki í miðbænum eða út við Glerártorg og bara, það er náttúrulega bara æðislegt. Bara allir velkomnir, mér finnst þetta bara frábært framtak. Í 39 ár, gera þeirri betur. Hafið þið orðið mikið vör við Andrés andaleikani standi yfir? Já, því er alveg ekki að neita, en það er samt bara mjög hressandi, skemmtilegt. Mikið af krökkum hérna? Já, það er mikið af mjólkurhristingum, meira mjólkurhristingum en latte, það er undanfæri. Hvaða þýðingu telur þú Andrésar andaleikanir hafi fyrir bæinn? Er þetta ekki bara orðinn svona partur af akureyskri menningu? Ég held það. Mér finnst það svona áhrifis viðburður búin að vera lengi án þess að ég veit ekki hversu lengi, en bara ótrúlega gaman hvað er mikið af fólki hérna. Við leitum á Icelandair Hótel og spjöllum við Sigrúnu hótelstýru. Hvernig hafið þið orðið vör við, á hvaða hátt hafið þið orðið vör við alla þessa gesti í bænum? Ég er náttúrulega búið að vera mikil trafík hérna og sjálfsagt svona 60% okkar gestur núna helgina eru á vegum eða taka þátt í Andrés og svo er líka búið að vera mikið af börnum, þannig að ég er búið að vera líf og fjör. Hvað gera krakkarnir á kvöldin þegar allt er búið? Þetta er náttúrulega draumastæðurinn fyrir féluleiki og hér er búið að vera mikið féluleikur og ellingarleikir og annað og bara stuð og það svona setur alltaf svona sitt mark á hótelið þegar það er mikið af börnum, þannig að það er líf og fjör og við vorum að ræða þetta í morgun að ástíðaskiptin eru svo mikil, á sumrin erum við með eldra fólk og eldri borgara og fleiri og nú erum við með íslenska barnafjölskyldur núna í vetur. Og hvaða áhrif telurðu að þessi leikar hafi á bæjarlífið? Já, Andrés andaleikar eru bara órjúfanlegu hluti af Akureyri að mínu mati. Öll þessi margra ára saga sem þeir eiga og hvað þeir hafa skipt máli bæði að laða fólk til bæjarins og styrkja okkur í sessi sem vetraríþróttamiðstöð. En ég sá hérna skíði upp á veggjar til að segja mér aðeins hvaðan þau koma. Já, það er nú gaman að segja frá því. Þetta hótel var náttúrulega byggt og hugsað sem svona vetrarhótel og við erum að styrkja björgunarsveitirnar Súlur og þessi skíði er í eigu Súlna og ákveðin hluti af tekjum sem að koma inn á Svítunni fara til styrktar björgunarsveitarna og þessi skíði voru notuð þegar að flugvélin Geysi var bjargað úr Vatnajökli 1950 og sá björgunarleiðangur var rauninni gerður út hérna frá Akureyri og upphafa flugbjörgunarsveitinni og undanfæri Súluna. Þannig að við erum að reyna að tengja okkur sögunni og svona segja þessa sögu í leiðinni, bæði á söguspjöldum og með þessu skíðum, hvað við erum að gera svona til styrktar samfélaginu. Þannig að þetta er bara með sögulegri skíðum Íslands? Ég myndi segja það, þau skiptu svo sannarlega máli og vonandi, og þau urðu þarna til góðs og voru notuð í þessu merkilega leiðangur sem var mjög merkilegur og bara einstakur á sinn hátt. Búið að vera mikið álag á ykkur? Nei, alls ekki. Við erum bara vön, þetta er álagstarf og þetta er gaman og það er alltaf gaman þegar mikið er að gera. Þannig við kvartum ekki yfir þessu. Þannig að allir fara bara sáttir heim, starfsfólk og gestir? Já, ég held það. Ef helgin er slysalaus og allt gengur vel, þá held ég að það sé allir bara ánægðir, bæði heimamenn og gestir. Og það skiptir mestu máli. Ferð þú eitthvað sjálf upp í fjall? Ég hef bara ekki komist, það er svolítið langt síðan ég hef komist, en ég ætla nú að nota vondi morgundaginn til þess. Og hver er þín skíðagrein? Já, ég er bæði á sveigskíðum og svo hef ég verið að prófa gönguskíði líka
og mér finnst bara bæði skemmtilegt og bara að vera upp í fjalli er dásendin einn. Hefur þú einhver tíman, átt þú einhverja tengingu við Andrésarandaleikana sjálf? Nei, ég reyndar maður minn og keppti á sínum tíma og sonur minn keppti nokkuð ofta á gönguskíðum, þannig að við höfum verið svo sannarlega á nokkrum Andrésarleikum í fjallinu og á verðlaunaafhendingum í kvöldi og svoleiðis, þannig að mann þykir vænt þessa leika. Eftir langan dag í fjallinu er fátt betra en að kíkja í sund. Við erum búin að fara upp í Hlíðarfjall og keppa og svo erum við búin að fara á Gleratorg og Leikjarbrautina og upp í höllina og í sund. Eru þið ekki bara ánægðar með veðrið sem þið fenguð? Jú. Eru þið hvað, sunnan eða hvaðan komið þið? Við Dalvík. Dalvík. Dalvík, já, þú voru að segja það. En í hverju voru þið að keppa? Stórsvigi. Eru til í að segja mér aðeins frá því? Núna veit ég ekkert um skíði. Til að útskýra aðeins fyrir mig hvað þið að gera. Já. Stórsvig, það er svona aðeins stærri beygjur. Og er svo bara tekinn tími? Já. Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera þegar komið til Akureyrar? Bara að hitta ömmu og eitthvað. Ég er búin að vera að fara með mömmu í sumarbústað og fara í pottinn þar. Og eru þið ekki bara svo sáttar? Farið þið ekki bara glaðar heim? Jú. Eru þið til í að segja mér bara aðeins frá Andrésarandaleikjunum? Já. Þeir eru mjög skemmtilegir og það er gaman að kynnast nýju fólki og það er mjög mikið félagskapur til dæmis á æfingum og svo bara mjög gaman að fá að keppa. Þú hefur verið að keppa svolítið, eða ekki? Jú. En þið hinnir, þið eru hvað, handboltamenn? Já, við erum handbolta og snjóbretta. Og snjóbretta, þú veist að það er hægt að keppa á snjóbrettum á Andrésarandaleikjunum? Nei! Það er því. Já, ég skal taka við það. Þú tekur fyrir við það. Ég segi bara við það svona bara. Já, ég gera það saman, ég líka svona. En hvað segir þið, eru þið búin að kynnast einhverjum krökkum sem eru hérna á mótinu? Já, öllum. Svo bróðir hans líka að keppa. Eru þið búin að hitta einhverja sæta stelpur? Já, ég verði eiginlega að segja það. Er það? Já. Í lok hvers keppnisdags er svo kvöldvaka og verðlaunaafhending. Við litum aðeins inn. Once the love was strong, now it's long, long gone. Cause the pain now like a storm, I remain holding on. Cause I want you, cause I want you, I want you, I want you. I've been thinking about you lately. Thoughts take me to when we were close. Addicted to your love till I need another dose. I know it's a feeling that should be long gone. Things seem to come up when I hear our song. Golden brown girl, it seems so long since I heard your voice. When did the king go wrong? Emotions that they linger. Njótum og skemmtum okkur saman eru einkennisorð hátíðarinnar og þau áttu svo sannarlega vel við. Njótum og skemmtum okkur saman! Njótum og skemmtum okkur saman. 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 Svali, Svali, ævintýrasvali. Svalinn, ævintýradrykkurinn.